Ég hörpur hljóma þýða, reyna mjúka gíu strengi, til þín mundur lög mín líða, leita þín einn ég gengi, til þín mundur lög mín líða, leita þín einn ég gengi. Innsta þrá í óska höllum, á svo margt í skauti sínu, ég vildi geta valið öllum, vorinum að hjarta þínu, ég vildi geta valið öllum, vorinum að hjarta þínu. Byrtu megar vorin líða, vegur rósir kvöldar inni, koma til mín fæði blíða, kveðja mig innsta sinni, koma til mín fæði blíða, kveðja mig innsta sinni.
Þá ertu komin í þessa ljósema þína. Hver það? Það hann Geiri? Hvað Geiri? Ég? Geiri? Ha? Hann afið þinn? Þorgeir Kristmundsson? Pabbi minn, ert þetta þú? Já, guð minn góður, ég hefði komið niður að ná í þig hefði ég bara vitað það. Hún Lilja skildi ekki alveg hvað var að vera. Þorlákur að hugsa sér að láta manninn rogast með farangurinn upp alla þessa stíga. Og þetta nú svo sem ekki mikill farangur. Þetta bara ég, dótið mitt. Vertu hjartanlega velkomin, Þorgeir minn. Gaman að sjá þig, pabbi. Svona óvænt. Já, komið í blessuð og sæl öll sönnur. Jæja, eigum við ekki að gangi í kotið? Það aldeilis bramboltið á þig, pabbi. Ég meina að rífa þig svona upp. Já, ég hef nú komið hér áður. Ég var hér síðast 36, en hann doktor Sigvaldi skar upp á mér magann. En þá fór ég sjóleiðina tilbaka. Þið hefur nú heldur ekki beint verið á faraldsfæti. Valla að Þorlákur hafi tekið sér sumarfrí. En pabbi minn, þú verður nú hérna á meðan þú ert. Bless, pabbi minn.
Má ég spyrja, hver leyfði sér að taka myndina niður? Má maður aldrei hafa neitt í friði? Það voru svo margar myndir af þessum mann. Ég hélt kannski að... Hver þetta eiginlega? Einhver kunningi þinn? Sko, mér alveg sama hvað þér finnst, en mitt herbergi, hvað sem þú segir. Ég vil ekkert svona gamalt jönku niður. Lilja Dögg, svona tala Og hvaða begla þetta? Lilja Dögg, nú nóg komið, svona segir maður ekki mömmu sína. Pabbi, ertu sofandi? Heyrðu, pabbi minn, það er svolítið sem ég þarf að segja þér. Ég veit, þetta er ekki sársaukalaust, hvorki fyrir þig né okkur. En við Þorlákur höfum verið að hugsa... Það er margt hugsað. Pabbi minn, ég meina það ekki þannig. Þú veist hvernig þetta er. Það gengur ekki ofvel á milli ykkar Lilju. Krakkar á hennar aldri eru oft erfiðir og veit ekki alveg hvernig þeir eiga að haga sér. Ég hef nú ekki orðið var við það. Og það er nú ekki meir en svo að við þekkjumst. Þú hefur nú ekki beint verið í alfara leið og við... Já, það er þetta með alfara leiðina. Er hún nú ekki bara þar sem maður er? En við höfum verið að hugsa hvort ég liði samt ekki betur þar sem þú hefðir einhvern selskap við þitt hæfi. Og eins og þú heyrir þá er þetta nú svona með vasapenningana Gerður. Þetta eru náttúrulega reglur sem við verðum að hafa hérna á þessari stofnun. En þær eru ekkert ýkja erfiðar að fara eftir þeim og reglur eru nú einu sinni þannig að það verður að hlíta þeim. Nú reglurnar hérna þær eru ekkert meiri eða strangari heldur en til dæmis bara í stórri blokk. Við lítum á okkur hérna sem eina stóra fjölskyldu. Notar það mjólk eða sykur? Þegar maður var kominn var að toga á hérna 400 upp í 500 metra. Þá lukkaði hann skot og fylgdi með hún. Ég er ekkert með að ráðskast með mig. Skapti í þá? Já. Það voru svona hóndi. Þú ert væntið Þorgeir. Hjartanlega velkomin. Ég ætla að sýna þér hvar þú ert að vera. Sælir veri langlífir sveinar, Halldór heiti ég. Þorgeir Kristmundsson. Sæll og velkomin. Eins og þú sérð þá væsir ekki mann hér. Hér er nóg við að vera. Það er félagsvist og meira að segja dansiböll. Og svo fær maður af og til heimsóknir. Og ekki vantar kvenfólkið. En það er bara ansi sprekt hérna skal ég segja þess. Og þær kalla nú ekki allt ömmu sína þrátt fyrir barnabörnin. Daginn, það var einn sem vildi ólmdraga mig upp að altarinu. Mér ofbauð að skotans frekjan í henni.
Já, þetta sýnir náttúrulega að maður er nú ekki dauður úr öllum hæðum. Heyrðu, það er einn sem er hérna sem á kærustu á hverri hæð. Heyrðu, það var einhver fjárans órói hérna þegar ég kom. Órói? Já. Já, það kemur náttúrulega upp á svona af og til náttúrulega. En ætli það hafi ekki bara verið hún Stella. Hún er alltaf að strjúka. Nú, svo segja sagnir að hjúkrunarkonurnar séu nú til í tuskið hérna. Held ég. Já, þess. Á dauða mínum átti ég von, en ekki því að hitta þig hér á Elliheimili Reykjavík. Hann er ekki stór, þessi heimur. Og hér hýrumst við, á meðan beðið er eftir að við drepumst, svo hægt sé að hola okkur niður. Og sjálfar æskustöðvarnar komnar í eyði. Æskustöðvarnar, já. Já, það skipta þig kannski ekki svo miklu máli. Enda varst þú einn af þeim fyrstu sem fóru. Allt í einu frétti maður að þið norður í landi. Og já, það ræður enginn sínum næturstað. Og nú erum við þessir gömlu hotstrendingar að verða eins og hverjunur geirfuglategund. Það er nú svo. Ég kannaðist strax við þig. Mér fannst ég hafa séð þig áður. Ég var ekki alveg viss. En ég var viss. Ég sagði við sjálfa mig, þetta er hann Geiri, hann Þorgeir Kristmundsson, hann og enginn annar en hann. Og ég hefði talað við þig ef þetta gæslulið hefði ekki haldið mér í heljargreipum. Já, ég skildi ekkert hvaða uppákoma þetta var. Þeir eldu mig allaleinir á umferðarmiðstöð, helvítis kvikindin. Maður er ekki einu sinni frjálsferðar sinna. Og hvert varst að fara? Burt. Sjáðu hvað ég fékk frá honum, syni mínum. Blessaður drengurinn. Alltaf mannan eftir honum, föður sinn. Komdu, Geiri. Þefaðu. Þú sleppur ekki svona billega, góður minn. Ég á þennan dans.
Söngur og dans. Svona var þetta nú oft í sveitinni gamla daga. Ég man ekki betur en við höfum stundum sjálf tekið sporið. Þú varst nú óttarlegur tréhestur, frægur fyrir að tróða stúlkum tær. Já, samkomuhúsið var nú líka óttarleg bora, lítið stærra en herbergi okkar Dóra. En þar var samt dansað þar til sólin kom upp. Sumir voru inni, aðrir úti. Og þegar allir voru farnir, satt pabbi gaml út í móa með harmoníkuna sína og spilaði fyrir sveitin. Maður þetta allt svo skýrt. Hvað ég vildi vera komin þangað núna. Stundum ég viss að allt sé eins og það var. Að við höfum bara rétt skroppið frá og munum öll hittast aftur. Eins og álfar. Einn daginn snúum við aftur. Það er nú drjúgur spottið þangað. Kæmi mér ekki á óvart og kirkjan væri hrunin. Allt í órækt. Þar vil ég samt hvíla. Í garðinu þar sem pappa og mamma liggja. Ég hef oft rætt þetta við yfirvöldin hérna. En þau finna því allt til foráttu. Það kostnað og ég veit ekki hvað. Já. Ég get nú ekki séð að það skiptir miklu máli hvað maður liggur. Bara maður gengur ekki eftir. Jú, það skiptir sko máli. Og ég vil sjálf fá að ráða því. Ég ætla ekki að láta hóla mig hér niður á sorphugunum fyrir sunnan. Og þá ég ekki sjá heimahagan á henni í deg, gengi ég örugglega aftur og ofsæki hvern einasta kjaft. Sorphauganna nú maður er náttúrulega óttalegt sorp. Að heyra til þín. Hinstu óskir fólks á ekki að hafa háð á spotti. Svona Stella mín og skulum koma að sofa. Farð þú bara sjálf að sofa. Ég er að tala hér við gamla sveitunga minn, hann Þorgeir Kristmundsson. Kemur dagur eftir þennan dag, þið Þorgeir fáið nógan tíma til að skrafa. Nei, ég fer ekki fet. Nei. Komdu, Stella mín. Nei, ég fer ekki fet. Nei. Hvað er að, Halldór? Viltu ekki að ég kalla á hjúkrunarkonuna? Nei, þetta líður hjá. Á ég að ná í vatnsglas? Kalt vatn. Blessaður karlinn. Við verðum að láta sonans vita.
Bara að það væri til. Því miður var hann aðeins hugarfóstur. Guðspjall þessa helga kvölds skráð hjá Lúkasi, öðrum kapítula og hljóðar svo í nafni Drottins. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústus keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gjörð þá í Kvírénýju. og 82 krónur og 10 aurar og þá eyðileggjum við bókina. Já, hún kemur vist ekki neinum notum úr þessu.
Déskotas. Skarrar það nú brókasóttin. Jöfullinn er þetta á að vera hérna nótt trullugur í burtu hana. Haltu kjafti. Já, burtu bara. Góðan daginn, gamli. Daginn. Okkur nýtt. Stórfurðulegt mál handa þér. Nú? Hvorki meira en ég minna en manns hvörf. Ekki hvarf, heldur hvörf. Hvað meinar með því? Nákvæmlega það sem ég meina. 2 gamalmenni, sporlaust horfin. Bara blúpp, gone with the wind. Gamalmenni? Já, maður og kona. Hvert þá? Ef ég vissi það, gamli, þá værir þú ekki hér, heldur þau á sínum stað, nefnilega elliheimilinu. Og er búið að auglýsa eftir þeim? Já, það verður auglýst í hádegisútvarpinu. Hjálparsveitin er farin að tölta þetta fjörurnar. Ekki það að ég trúi nokkuð á þetta geim. Nú? Það var stolið bíl í nágrenni elliheimilisins í nótt. Ekki að það segi mér neitt. Ég hef enga trú á því að gamalmenni þessa bæjar gangi hnupplandi bílum. En ef ég væri í þínum sporum, þá myndi ég hefja leitina á elliheimilinu. Hvernig væri að tékka á miðstöðvarklefanum?
Þú kemur með okkur. Hvað, ég? Hvað á ég til að með ykkur? Þér ætti að vera það fullkomlega ljós. Við þurfum að yfirheyra þig. Til hvers? Það sást til þín. Ég kem ekki neitt. Ertu að mælast til þess að við beitum valdi? Þið getið reynt það. Hver er verkstjóri hér? Það á víst að heita ég. Með tilvísun til lögreglusamþyktarinnar kveð ég þig og félaga þína til að aðstoða okkur við handtöku þessa manns. Ég læt ekki hafa mig í skítverk. Er þetta Stella? Nei, þetta er víst konan hans áluga. Er hann svolítið upp á kvennhöndina, blessaður? Hvað viltu mikið? Já, bara eins mikið og hægt er. Heyrðu, strákur, veistu nokkuð hvar á Sesselía býr? Þær eru nú tvær, önnur er með mikið hrokkið hár og vinnur við kassan í kaupfélaginu. Hinn eru öllu eldri og býr í húsi sem heitir Klettur. Sjálfur heiti ég Árnur. Sessa mín, þetta er bara ég. Mig sem var að dreyma einhverja vitleysu. Það svaraði enginn þegar við bönkuðum en ég vissi þú værir ekki langt undan. Blessu. Og þannig að Þorgeir. Þú manst eftir honum? Já, já. Verið þið marg velkomin. Trúið ég alltaf ég sé vögnuð. Best ég renna á könnuna. Mér þykir dugur í ykkur að fara vestur. Bara sér svona. Þetta hefur verið minn draumur í mörg ár. Og maður á að láta drauma sína rætast, sama hvað maður er gamall. Þið eru eins og unglingar í útilegu. Svei mér ef ég vildi ekki geta slegist í för með ykkur. Já, nei takk. Þá lítum við nú út eins og heilt ungmennafélag. Spéfuglinn þinn. Eru þið vissum að þið viljið ekki þiggja gistingu? Þið verður skotið inn áríðandi orðsendingu. Lýst er eftir Þorgeiri Kristmannsinni, 78 ára, og Stellu Benónísdóttur, 79 ára. Þorgeir er meðalmaður á hæð, gráhærður í grænni úlpu og með hatt. Stella er grannvaxin, gráhærð, klædd í bláa úlpu. Þeir minnast ekkert á strigaskóna. Síðan var vitað þau á Elliheimilinu. Lögreglan telur að samband sé á milli hvarfs þeirra og Villi-sjeppan sem lýst var eftir í hádegisútvarpi. Hvað hafið þið eiginlega gert? Finnu að hafa orðið þeirra varir eru Og svo sem ekkert. lögregluna í Reykjavík vita. Við fengum lánaði jeppa. Og ættast þið til að maður hringi alla leið til Reykjavíkur? Bara út af því. Æ, verið þið bless og takk fyrir komuna.
Tondileó. Aldrei gleymast mér augun þín svörtu, aldrei slógu tvö glaðar í hjörtu. Tondileó. Á suðrænum sólskinsdegi ég sá þig og ástin mín fyrst. Þú settist hjá mér í sandi, það var sungið, faðmað og kysst. Það var drukkið, dansað og kysst. Tondileó, Tondileó. Það þarf virkilega að segja mér að það séu engar vísbendingar að við vitum ekki neitt. Já, sumar aflýsingamennið hérna handtóku 2 gamalmenn í berjamál, en það voru ekki þau réttu. Gátu þau sannað það? Sannað það? Ert þú kannski líka orðin vitlaus? Jeppinn hefur sést í öllum landsfjórðungum og meira að segja gufað upp í einum þeirra. Ég held að hann fari ekki lengra. Veistu nokkuð hvar við erum? Eiginlega ekki. En við ættum ekki að vera langt frá mannabyggðum. Treystirðu þér til að ganga eða viltu heldur bíða hér meðan ég fer og kanna málið? Ætli ég dröslist þetta ekki með þér? Þetta er úrvalstaða. Hér er alveg upplagt að leggja sig. Skyldi þetta vera sami máninn og skein á okkur forðum? Ég veit það ekki. Því segirðu það? Ætli hann hafi nokkur tíma jafnað sig eftir að þið fóru að spóka sig upp á honum.
mætti halda að útvarpinu væri stjórnað af risastórum karlakór. En þið ætluðu Hornstrandir og ég kall ykkur aldeilis græð. Þið ætluðu þó ekki að fara að leggjast út. Það ekkert með þvernýttir hamrar og yfirgefin byssureyður. Það helst svona liða sunnan sem með svona rómantík. Mér alveg sama hvað þú kallar það. Ég skal segja ykkur að hingað kom einn sem ætla að leggjast út og búa þarna og lifa af náttúrunni. Skjóta fugla og veiða fisk. Hann var búinn að þrauka í 2 vikur þegar hann gafst upp en ekki búinn að skjóta neitt nema 1 hrafn. Þú heldur að bróðir þinn geti ferjað okkur þarna yfir? Ég held ekkert það sem ég veit. Eða hafið þið heyrt af Þjóðverjanum sem var búinn að safna sig fyrir Hornstrandarferð í 5 ár. Fyrstu nóttina svaf hann úti, þá kom einhver dauðadrukkinn fjórhjólagæi, ók yfir hann þveran þar sem hann lá steinsofandi í tjaldi. Og heldurðu að bróðir þinn geti ferjað okkur þarna yfir? Ég held ekkert það sem ég veit. Þessi jeppi hefur verið eftirlýstur síðan á föstudag. Til hans hefur spurst á ýmsum stöðum en nú sem sagt er hann kominn í leitirnar, þó á nokkurra skýringa. Allan tíman hefur lögreglan sett hvarf jeppans í samband við hvarf 2 vistmanna af elliheimili. En þó jeppinn sé fundinn, bólar ekkert á gamla fólkinu. Þetta verður að teljast afar dularfullt. Þið þurfið ekki að vera hrædd við hana. Þetta bara draugur.
í gegnum móð og mistur. Ég mikil undur sé, ég sé þig koma, Kristur. Með krossins þunga tré